Eins og Randi kom inn á þá markmið með þessari auknu fræðslu Rotary og meðal Rotary félaga að virkja okkur betur. Reynslan sýnir að því virkari og því meira sem við vitum í rauninni félagsskapinn okkar, klúbbinn okkar, starfsemina, verkefnin sem Rotary að gera, því meiri líkur eru á að við séum virk bæði innan klúbbsins og hreyfingarinnar almennt. Og ég ætla semst þá að tala tvennt, annars vegar þetta hvernig getum við nýtt Rotary Learning Center og eins og ég sagði við Randver, þá finnst mér ég verið búin að segja þetta svo oft áður, PEX-móti, fleiri kynningum, að reyna að innprenta félögum hvað þetta mikill fróðleikur sem eins og Randi kom inn á, sem að finna inn á Rotary Learning Center. En núna ákvað ég að taka smá sveigju og við nýttum þessa vefstofu til að hafa reyndabent leiðbeiningar hvernig ferðu þarna inn og hvernig nýtur þetta. Í staðinn fyrir að vera alltaf að predika hvað sé mikið efni af það, að þá sé frekar að fara í gegnum það. Og svo ætla ég aðeins að fara yfir hvers vegna umdæmi leggur aukna áherslu á leiðtogafræðslu. En ef þú blaðar bara áfram fyrir mér, Randi, svo við séum ekki að flækja málið að ég sé líka að deila skjánum, að þá eru þessar glærur sem á eftir koma og þú getur bara farið svolítið hratt yfir þær eru bara leiðbeining fyrir félagann hvernig þú kemur þér inn á þetta Learning Center og hvernig þú nýtir þetta Learning Center. Og þar til dæmis mjög mikilvægt að póstfangið sem þú ert að nota til að fara þarna inn, og það vitið þið nú flest, en góðvísa aldrei of oft kveðin, þarf að vera póstfangið sem skráð á félag eða skráð á þig. Þannig ég geri svona rauðan hring utan það sem þið veljið hverju sinni, og ef þú bara hoppar áfram svolítið hratt yfir þessar glærur, Randi, að þá ég búin að merkja þetta með rauðan hring, hvernig þú ferð frá Rotary aðalsíðunni inn á My Rotary og signerar eða semst skráir þig þar inn og notar einmitt póstfang sem skráð á félagann og áframrandi. Og hvað þú velur þar, velja Learning and Reference, rauði hringurinn fyrir ofan og svo Learning Center í felliglugganum. Það reyndar hægt að fara inn á Learning Center með fleiri leiðum inn á þessu My Rotary. En þarna bara leiðin sem svona í rauninni leiður okkur áfram með heitunum. Þannig að ég set þetta bara upp þannig og næsta glæra. Þá erum við komin inn á Course Catalog inn í Learning Center og þarna það sem ég hef nefnt áður, eru alls konar áhugaverð námskeið og ég týndi mér svolítið þarna þegar ég fór að inn fyrst, vegna þess að þetta ekki bara allt Rotary og Rotary félagskapinn, en þetta líka svolítið til að byggja okkur sjálf upp og fræða okkur sjálf okkur sjálf í rauninni. Hvert stefnum við og hvernig gerum við hlutina og hvernig gætum við gert það betur og svo framvegis og svo framvegis. En heitin þarna á þessum námskeiðum og þessu fræðsluefni sem þarna, þau eru náttúrulega á ensku, að því undanskildu að það komið íslenskt efni þarna inn. Það ekki, ef við förum í undirflokkana, þá finnum við það ekki þar. Þetta semst þýðing á efni sem var þarna fyrir á ensku og við ákváðum að ráðast í að láta þýða á íslensku og erum komin með þarna 3 námskeið inn og til þess að finna þau þá þarf að slá Icelandic inn í leitarglugga. Og ef þú ferð á næstu glæru, Randi, þá kemur þar, sjáum við betur hvaða námskeið eru komin þarna inn. Þetta eru semst svona eða ekki námskeið, þetta í rauninni bara fræðsla þarna sem þarna stendur. Ég get ekki einu sinni lesið þetta, það þetta með gleraugum. En þið sjáu það þegar þið skoðið glæruna svona nær, að við erum komin þarna með 3 námskeið og 4. námskeið alveg að detta inn. Þýðingin komin og það búið að senda það, en það ekki búið að birta það. Og það sem
svona fyrir utan hvatningu á að nýta sér þetta efni sem þarna, sem alls konar bæði Rotary og leiðtoga, hvernig viljum við verða leiðtogi og hvernig viljum við verða betri leiðtogi og svo félagsskapinn bara almennt og þróunina, að þá af því að mér skilst, ég hef reyndar aldrei fengið slíkt bréf, en umdæmisstjóri og umdæmisleiðbeinandi, allavega þessir tveir aðilar, mögulega aðstoðarumdæmisstjórar, eiga síðan að fá vikulega yfirlit hver hefur verið að fara þarna inn og hvaða námskeið viðkomandi hefur tekið. Ekki persónunjósnir, þó að margir gætu hugsað það fyrst, heldur hugmyndin að það sé klúbbarnir geti hagnýtt sér og umdæmið líka hagnýtt sér upplýsingar þetta. Klúbbarnir gætu til dæmis byggt á upplýsingum hver eru margir félagar innan einhvers klúbb sem hafa farið þarna inn og eru búin að taka námskeið, þá bara hreinlega hægt að útbúa efni það og lærdómsáætlanir. Hvernig ætlum við að þjálfa upp og fræða upp klúbbinn okkar með einhverjum áætlunum. Það séu kannski 2 í mánuði sem að sækja einhver 2-3 námskeið þarna. Og fyrir umdæmið þá það að geta sagt að ákveðið prósenthlutfall meðlima innan umdæmisins hafi farið inn á Learning Center og tekið þar 1 eða fleiri námskeið. Síðasta glæran, Randi, næst síðast þessi stuttlega hvernig og hvers vegna umdæmið að leggja aukna áherslu á leiðtogafræðslu. Og þetta kom til í stjórnartíð Önnu þegar ég var aðstoðarumdæmisstjóri og Soffía tók svo við af Önnu, að þá byrjaði umræðan þetta sem þróaðist síðan yfir í að við fengum boð frá umdæmi 1450 í Danmörku, það í Herning, hvernig sem maður segir þetta nú á dönsku, það að senda fulltrúa frá Íslandi á þessa árlegu leiðtogaþjálfun þeirra. Þeir eru sem sagt að gera þetta, Danirnir og fleiri lönd eða fleiri umdæmi að gera þetta mjög reglulega einmitt í þessu markmiði, því fróðari sem félagin Rotary, því virkari félagin. Það bara staðreynd. Og þessi leiðtogaþjálfun hjá Dönunum buðu einum fulltrúa og við erum núna orðnir 2 fulltrúar sem erum að fara. Ég sem sagt fór á fyrsta námskeiði, en svo þannig í byrjun árs 2019, áður en COVID kom. En allavega svo stoppaði allt í þeim skemmtilega faraldri og námskeið númer 2 og 3 hefur enn ekki verið haldið en enn á stefnuskránni núna miðjan febrúar og svo miðjan mars, en ég á nú eftir að sjá að það gangi eftir. En þetta var mjög skemmtilegt að taka þátt í þessu og ég fræddist heilmikið Rotary almennt og líka náttúrulega bara samstarf á milli þessara umdæma áhugavert og skemmtilegt. Við förum sem sagt 2 fulltrúar á þessi 2 síðustu námskeið. Hugmyndin í framhaldinu af því að við séum svo að íslenska eða staðfæra þetta af íslenskum aðstæðum þetta efni og halda síðan námskeið í leiðtogaþjálfun á Íslandi, hvort sem við gerum það innan klúbba eða innan landsvæða, þá eftir að koma í ljós og bara í samstarfi við umdæmisráð. En tilgangurinn þessi, eins og þarna kemur fram að öflugir leiðtogar innan klúbbana, við erum ekkert að tala endilega við séum að þjálfa einhverja forseta og ritara og gjaldkera sem að leiða starf klúbbsins á hverju ári. Við erum að tala það almennt að finna leiðtogann í okkur sjálfum og hann í okkur öllum, byggt á okkar sérfræði þekkingu og reynslu og að reyna svolítið að hvetja hvern og einn til þess að vera leiðtoginn. Það þarf ekki að vera á öllum sviðum og alltaf, en að við séum svolítið að deila ábyrgðin á því að vera leiðtoginn bara alveg eins og
Mottó núverandi heimsforseta að allir komi með einn nýjan félaga inn í félagsskapinn og það ákveðin leiðtoga hæfileiki að ná í nýja félaga. Þannig að nýta leiðtogann í okkur sjálfum og þjálfa hann upp. Og ég þarf ekki að lesa upp það sem stendur þarna á glærunni. Þetta svona tilgangurinn öflugir leiðtogar og virkari félagar. Það þökkum við bara fyrir, kærlega.